Hver þín upplifun af fundunum? Þetta stórmál hér á Suðurnesjum eins og svo sem víðar. Já, og upplifunin auðvitað svo að hér varu Suðurnesjamenn ekki að keppa innbyrðis, Keflavík og Njarðvík, heldur var hér samstaða, ráðherrann og Suðurnesjamenn, ef við getum orðað þannig. Nei, ég þakkláttur fyrir þennan fund og hann mjög mikilvægur sem innleggi umræðuna og það gott að geta að tekið umræðu við fólkið. Ég hef verið víða á fundum land á undanförnum svona vikum og á eftir að vera mikið á ferðinni. Mér alveg ljós á brýni vandi sem okkur á höndum í samgöngumálum og mér ljós staðan á þessari leið sem hér til umræðu. Við erum að framkvæma núna á þessu ári fyrir 1200 milljónir en svona heildarkostnaður við að fara með tvöföldur Reykjanesbrautar alla leið og í gegnum Hafnarfjörð kannski 15 til 20 milljarðar. Og það hluti af því verkefni sem við erum að skoða að fara í innheimtu á einhvers konar gjöldum. Í raun og veru að láta þennan mikla ferðamannastraum sem að skapa stóra vandamálið taka þátt í því að byggja þetta upp með okkur. Legg þá áherslu á það að gjaldtakan verða að vera mjög hógvær og skynsöm á þá sem að nota þetta reglulega vegna vinnu sinnar eða annarra starfa. Og nú við tökum umræðan þetta þegar að þessar niðurstöður og þessari vinnu liggja fyrir í vor og ef okkur auðnast að ná einhverju samstöðu og fara í þetta fullum krafti þá munum við auðvitað sjá gríðarlega mikið gerast hér á mjög stuttum tíma. Á öllum þessum leiðum eru framkvæmdir sem eru nánast tilbúnar til að fara í, alveg eins og Krýsuvík og gatnamótin voru tilbúin þegar við tókum ákvörðun það núna og þeim verður lokið í nóvember. Þá verður komin í misla gatnamót þar. Og það verða klári hér hringtorgin suður frá og ég vona bara að næsta ári getum við haldið áfram á fullum þunga og þá á grundvelli þess að við getum sótt okkur eitthvað viðbót af fjármagn vegna þess að þrátt fyrir það að við höfum bætt umtalsvert í samgöngumálin. Við höfum 4.600 milljónum á þessu ári miðað við það síðasta og ég vonast að fá frekari viðbætur núna í ríkisfjármálaáætlun sem eru lögð fram í mánuðinum að þá þetta bara svo ofboðslega stór verkefni, fjárfrek verkefni sem við stöndum frammi fyrir að við munum þurfa að leita og hugsa út fyrir kassan og sjá hvaða leiðir við getum farið. Kannski ekki síst með það í huga að láta þennan mikla straum ferðamanna taka þátt í því að borga þetta upp með okkur. Verði þetta veruleika munu þá framkvæmdir til dæmis við að ljúka við tvöföldun Reykjanesbrautar fara bara á flegi ferð nákvæmlega eins og sínum tíma þegar Hvalfjarðargöng voru byggð og það var rukkað eftir á? Já, ég sé það fyrir mér að gjaldtaka geti hafist þá bara leið og við tökum þessa ákvörðun og framkvæmdir farið þá bara á fullan skrið á öllum þessum leiðum. Þar sem að það eru auðvitað grundvallaratriði að gjaldheimtan sé nýtt í framkvæmdir á þessum stöðum þar sem hún á sér stað. En ruðningsáhrifin verður þetta síðan þau að þá verður það fé sem til ráðstöfunar ríkissjóði til þess að efla umferð allt land og það eðlilegt að fólk spyrji sig þá, þá ekki bara sjálfsagt að við skoðum mögulega innheimtu annar staðar líka. Hvað með fyrir austan og norðan og vestan og svo framvegis? Og ég segi að mér finnst það mjög eðlileg spurning og ég hef reyndar fengið mjög góð viðbrögð víða eins og fyrir norðan gagnvart slíkum hugmyndum, fyrir austan gagnvart slíkum hugmyndum og fólk segir bara ef það hægt að hraða framkvæmdunum að þá erum við tilbúin til að taka þátt í því og reyna að láta ferðamannastraumi sem allstaðar orðin íþyngjandi í umferðinni. Þessi mikilvægi atvinnuvegur sem hefur nú lyft efnahagslífinu okkar upp og hjálpað mikið til á síðustu árum að hann í senn mjög íþyngjandi í þessu samhengi. Bara örstutt erum við að tala um þá bara myndi innheimta hefjast bara jafnvel á þessu ári? Já, ekki á þessu ári, ég sé það ekki fyrir mér en ég ítreka það bara, þetta vinna sem í gangi, það engar hugmyndir verið að laða fram en ef okkur auðnast að ná einhverju samstöðum leiðir í þessu að þá getum að sé það fyrir sér að það geti hafist fullur framkvæmda þungi á næsta ári og þá innheimta samhliða því. Hvernig sérðu fyrir þér að ná fram sátt í þessu máli? Þannig að gjaldtaka fari fram því að öll umræða hefur verið á hinn kantinn, það verðast langflesti vera svona ansnúnu þessu. Hvernig sérðu fyrir þér að ná fram sátt þetta? Því að ég held að skilja mjög margir að þú ert að tala um að það miklu hlutur að gerast á 3 til 5 árum fari gjaldtaka í gang. En hvernig sérðu fyrir þér að ná þessu gegn? Ég held að grundvallaratriði sé þetta, það sé meiri fyrir þá sem að fara reglulega svona gjaldtökuhlið ef að þau verða sett upp. Að þá þarf það að vera með þeim hætti að ávinningur þeirra á framkvæmdunum sé meiri heldur en fyrir. Þannig að menn séu að spara sér ferðatíma
þar með að spara eldsneyti sem að vegi upp kannski lítinn kostnað sem þarf að greiða og þá eru þetta eftir stóra rúsínan í pilsvæðandana sem umferðar öryggið og okkur líði betur með fólkinu okkar keyrandi á öruggari vegum og við þurfum ekki að vera að horfa upp á þessi ömurlegu slys sem að því fylgja að við erum ekki búin að ná lengra en raun ber vitni. Það verður að koma í ljós hvort okkur tekst að ræða okkur til niðurstöðu í þessu. Umræðan víða mjög þroskuð í þessu. Á Vesturlandi verðum að vara við það þar sem að þetta hefur verið núna í 18 ár gjaldtaka í Hvalfjarðargöngum og breytt mjög miklu. Síðan það til dæmis í Vestmannaeyjum, þar þetta gjaldtaka í Herjólf eins á Breiðafirði og eins norður á Eyjafirði. Þannig að og Vaðlaheiðargöng sem að fara í gang á næsta ári þau eru byggð á gjaldtökuforsendum. Þannig að þetta svo sem ekkert alveg nýtt hjá okkur og það engin tilviljun að aðrar þjóðir hafa kosið að fara þessa leið og eru í mjög vaxandi mæli að fara þessa leið til að mynda Norðmenn og fleiri frændþjóðir okkar. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta. Markmiðið þetta alveg ljóst. Það að geta farið í átak sem að skiptir máli. Við erum fámenn þjóð í mjög stóru landi. Við erum hér 340.000 manns, 330-40.000 manns að byggja vegakerfi upp í 100.000 ferkílómetra landi eða 103.000 ferkílómetra landi á meðan Danir eru 6 milljónir að byggja í landi sem er 40% af okkar stærð vegakerfi. Þetta verður alltaf hlutfallslega dýrt fyrir okkur og þegar álagið verður sem raun ber vitni með öllum þessum mikla ferðamannastraumi að þá verður þetta ítrekkunni mikil á því að það verða að bregðast við og við verðum að bregðast við með einhverjum hætti og til þess að það sé raunhæft að það gerist af þeim krafti sem að það þarf að gerast að þá þurfum við að hugsa út fyrir bóksið.